Komið í sæli hlustendur þegar hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson að ræða við forsetaframbjóðendur. Við ætlum að heyra viðbrögð nokkura í dag við niðurstöðunni í kosningunum í Bretlandi í nótt og þetta auðvitað stór tíðindi. Sturla Jónsson, forsetaframbjóðendur, komið til okkur. Góðan dag, Sturla. Velkomin. Hvernig eru þín viðbrögð við þessum úrslitum í Bretlandi? Nú, bara segja nei við Evrópusambandið. Já, ég sjálfur persónulega er bara glaður með þetta og ég hef hingað til haldið fram að við höfum ekkert að gera. Og ef það kemur til þjóðaratkvæðagreiðslu hér þá myndi ég greiða á móti þessu. Já. Ég flæki það ekki fyrir mér. Ég átti einu svona hérna samtal við franska ferðamenn út af þessu. Það voru og hérna þeir fóru að tala þetta, hvort ég hefði áhuga að fara þarna inn eða ekki og ég sagðist ekki vilja vera einangranu sinni og þeir horfðu á mig stórum augum því ég sagði að það væri bara 8% af mannkyninu sem væri í Evrópusambandinu en ég vildi að viðskipti við 92%. Þetta kannski kemur nú mörgum á óvart einhverjum á sérlega vegna þess að nú eru bara augljós viðbrögði svo bæði frá Frökkum, Hollendingum og Spánverjum jafnvel og einhverju Norðurlandaþjóðana sem að vilja sömuleiðis fara þessa leið að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvaða afleiðingar eru í aðsí heldur? Getur ekki verið að það sem að gerast hjá okkur að það fólksflutningar sem eiga sér stað og fólk farið að velta því fyrir sig hvort að þetta sé bara ekki hreinlega farið að hafa verulega áhrif á samfélagin sín og svo eins og við erum að upplifa hér á Íslandi bara reglugerða farganir sem að kemur frá Brussel að fólk hreinlega bara búið að fá nóg að þessu. Þetta svona kannski það sem að mér finnst svona að leggja aðeins í loftinu. Talandi fólksflutninga, nú var íslenska þingið að hleypi gegn útlendingalögunum, þessum no-borders-lögum sem að forsetinn ekki búin að undirrita og margir bíða eftir að sjá niðurstöðu á. Hvað hefðir þú gert ef að þú værir í sporum Ólafs Ragnars núna? Þetta það stórt mál í mínum huga og að ég sem einstaklingur þó að Alþingi væri búið að samþykkja þetta 63-0 að þá þetta bara í mínum huga það stórt og ég horfi á Ísland sem okkar heimili allra landsmanna að það væri ekki forsvaranlegt að láta þetta fyrir gegna þess að þjóðin hefði eitthvað að segja. Þannig að þetta færi bara hreinlega beint í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hefur þú einhverja skýringu á því að hverju forsetinn ekki bara nú þegar búin að undirrita þetta? Það svona, finnst þið vera vísbendingum að hann ætli hugsanlega fara þessa leið eða láta bara nýjan forseta þetta? Það tvennt í stöðunni og það getur alveg hugsanlega verið að hann vilji bara leyfa þeim sem að tekur við að láta þetta verða sitt fyrsta embættisverk og þá líkur hann sínu ferli bara eins og hann stendur í dag og líka jafnvel bara að hann sé að hugsa málið og kannski að þreifa fyrir sig hvað þjóðinni sjálfur finnst. Það getur líka verið og leyfa kosningunum sjálfum að ganga yfir. Þannig að það svona eitt og annað sem að getur náttúrulega verið að koma upp. En Sturla, þetta ekki gott dæmi andvaraleysi eða að segja skeytingaleysi stjórnmálamanna gagnvart hagsmunum almennings að almenningur skuli ekki fá að taka þátt í umræðunum það hverju fá að búa á þessu heimili Íslandi? Jú, ég meina það svolítið í umræðinni og ég dett alltaf niður í okkar stjórnarskrá. Hún náttúrulega þegar við fæðumst undir íslenskum fána þá það okkar ríkisborgararéttur og viðkomandi stjórnarskrá sem að fylgi með og það líka í bara öðrum löndum þar sem að fólk fæðist undir viðkomandi ríkisfána og viðkomandi stjórnarskrá þá gildir að fyrir þá þegna þar en það gildir ekki fyrir þegna annar staðar og mér finnst stundum vera að tala um að eins og þetta sé hjá okkur að það bara allur heimurinn undir í okkar sem eigi bara rétt á því að koma til landsins. En þú tekið eftir því að þetta náttúrulega í umræðunni í Evrópu, það má segja að Evrópstjórnmál snúist innflytjendamál og einhverju leyti efnahagsmál og við sjáum þetta í Bretlandi í nótt. Hvernig stendur á því að íslenski stjórnmálamenn skuli ekki fylgjast betur með og taka meiri þátt í þessari umræðu og leyfa þó ólíkum skoðunum að komast út í samfélagi svo menn getur svona rætt þetta og fengið svona aðra sýn á þetta heldur en kannski
einhverja afmarkaða sín sem stjórnmálamenn telja nauðsynlega fyrir sína hagsmuni? Er þetta ekki aðalega það að fólki sem er komið inn að það vill lengi rugga sætinu sínu? Það er alltaf, það er eins og, ég ætla að vitna í orð hjá nú einum, það er nú sjálfstæðismaður reyndar, það er hann Brynjar Níelsson og sagði hérna á einu fundi, og það er það sem okkur sannarlega vantar í hérna á Alþingið og annars staðar í stjórnsýslun okkar, að það er fólk sem er bara tilbúið til þess að vera kosið til dæmis til Alþingis bara í 4 ár, standa fast á sínu skoðunum og segja hvað því finnst, en þetta virðist alltaf fara í eitthvað svona miðjumóð og passa að styggja engan og til þess að geta fengið að fljóta með. Tryggja hagsmuni sína til frambúðar. Já, og okkur almenningi vantar ekki svoleiðis fólk. Okkur vantar fólk sem er tilbúið að standa með þjóðinni, lýðveldin okkar og gæta að okkar hagsmunum í heild. Nú ferð þú fram einmitt undir þessum formerkjum, Sturla, þú segir þjóðina vantar einhvern sem er tilbúin að standa með henni og standa og falla með henni. Þú líka talar um það að þú myndir þá bara sitja í 4 ára á Bessastöðum eða eitthvað. Já, sannarlega, ef hérna það kæmi sko tímabilið búið 4 árin og að það væri ekki einasti hljómgrunni fyrir að ég hérna byði mig fram aftur, þá myndi ég ekki reyna það. Ég myndi fara aftur á stað og ég myndi sannarlega fara eins og ég gerði núna. Ég færi sjálfur og myndi safna undirskriftunum og ef það gengi að geta að fá þær þá náttúrulega var engin forsenda fyrir að bjóða sig fram. Hvað sýnist þér vera stærsta máli sem að Íslendingar standa frammi fyrir núna? Hvað er mesta hagsmunamálið sem gæti ratað inn á borð forsetaembættisins? Það er afnámið á verðtryggingunni. Það er stærsta máli sem að snertir öll heimili landsins og svo hins vegar að hérna ef að það eru einhverju forkálfar hér út í samfélaginu sem vilja að ég segir hreinlega þröngu upp á okkur ESB-aðild, að það er að bara standa vörðum það að almenningur fái sannarlega að taka þessar ákvarðanir. Ekki að það séu bara einhverjir fáir útvaldir sem taka þar og neyðir þetta upp á okkur. Það verður að vera fólki í landinu sem að tekur þessa ákvarðan. Nú komið nýtt stjórnmálaafl sem að beinlínis stefnir að því að þjóðin fari inn í Evrópusambandið og jafnvel heil sjónvarpsstöð líka í leiðinni. Hvernig finnst þér sú þróun vera? Það eru mjög skiptar skoðanir í þjóðfélaginu. Mér finnst það ekki gott því að vald fjölmiðlana er gríðalegt og ef að það verður tekið svona á því að hérna þetta verður auglýst allt í botn og við förum og verðum Kúba norðursins og svo framvegis eins og hann er búið að nefna nokkru sinni við okkur að geti gerst ef við gerum ekki þetta eða hitt. Við verðum almenningur í landinu að vera mjög vakandi yfir því hvernig þessu öfl vinna og hreinlega bara passa okkur á því hvað er verið að selja okkur í rauninni. Eru Íslendingar ekki nógu vakandi? Ég held að við séum mörg hver svo upptekin að því að reyna bara að hafa ofan í okkur á að við náum ekki að fylgjast með. Ég held að það sé þannig hjá okkur og þá getur orðið til þess að maður hérna verði, bara eins og maður sjálfur gæti orðið svolítið leiðitamur af því sem maður fyrir manni haft að því maður bara hreinlega hefur ekki orku til þess að leggjast niður og slappa af og skoða málin alvarlega. Þú ert eiginlega að lýsa því, Sturla, að fátækt er viðurkennt stjórntæki stjórnvalda. Þannig að einmitt að meðan að fólk er svona upptekið við að bera sér björg í bú að þá eiginlega þá hefur það ekki þrek til þess að hugsa almennt þjóðmálin. Ertu að lýsa þessu? Þetta gæti alveg hugsanlega átt við. Maður bara sem er í hérna iðnverkamaður og verkamaður og menn sem vinna hér á bílaverkstæðum og þessu bara iðnaðarmenn. Þetta eru menn sem er að skila 10, 12, 14 tíma á dag í vinnu, ansi stór partur á þjóðinni og ég þekki þetta bara sjálfur og maður gerir bara ekkert eftir það. Maður kemur heim og maður bara dettur út af í sófanum. En það er orðið áberandi eins og var í Bretlandi í þessum kosningum að fólk er farið að segja lífskjör hins vinnandi manns, og þá erum við að tala oft karlmenn í Bretlandi, hafa ekkert batnað síðustu 10 árin og eins í Bandaríkjunum. Þess vegna er þessi hópar að gera uppreist. Ég meina þeir eru vinnandi eins og þú segir, það er ekki lítið tillit tekið til þeirra, þeir eiga enga málsvara, krataflokkarnir hafa gefist upp á að verja hagsmunins vinnandi manns. Er þetta ekki ástæðan fyrir þessari uppreið sem er hér á Vesturlöndum?
gagnvart kerfinu? Jú, það getur, og það sýnir sér líka bara í fólksflutningum. Ég meina, fólk ennþá að fara frá Íslandi og maður fær svo sem að heyra það ansi ofta að hérna, það borgar sér ekkert að vera að fara til Noregs, krónan að falla og svo framvegis í Noregi og eitthvað, en annars vegar að þá áttar fólk sig ekki á því, þó að gengi norsku krónuna sé að falla gagnvart íslensku krónunni, þá samt sem áður kaupmátturinn í Noregi meira fyrir hverja unna stund heldur en á Íslandi. Það þarf svolítið að horfa á þetta þannig. Sturla, við erum að fara að taka á móti fleiri frambjóðendum, ætlum að fá svona viðbröð við þessum kostingum í Bretlandi og fleira, eiginlega svona loka orðin gagnvart kjósendum, hlustendum út á sögu. Hvað viltu segja það verða tilkynnt þarna í kvöld, allavega um einhverja niðurstöðu frá Gallup sem að búin að vera í vinnslu í 10 daga væntanlega. Viltu eitthvað segja svona til hlustenda í lokin? Já, bara kom inn á það sem ég sagði áðan. Látið ekki selja ykkur hvað sem kjósiði, skoðiði fólkið og kjósiði það sem ykkur sjálfum finnst. Ekki láta skoðanakannir ráða för. Já. Margir ókveðnir? Já, ég vona einilega að bara setið atkvæðin ykkar bara á forseta fólksins, þannig að við fáum sannarlega breytingar í landið. Sturla Jónsson, forseta frambjóðandi, takk fyrir komin að hingað og útvarpssögu og við höldum áfram hér eftir skamma stund, fáum auglýsingar en næstur hingað í salin Andri Snær Magnason frambjóðandi. Útvarp Saga, besti vinur þinn. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn færðu hjá Dóra í Mjódd. 8 rétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjódd. Handunar kryddvörur án aukaefna frá Pottagöldrum. Allt krydd hreinsað með prímapúra gufumeðferð. Vandaðar vörur frá Pottagöldrum. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Resilíka náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Bernhöfts bakari auglýsir. Glæný rúnstykki á aðeins 80 krónur stykkið. Bernhöfts bakari, Bergstaðastræti. Borgarapótek auglýsir. Erum ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og traust þjónusta. Erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgatúni 28, sími 553 83 81, 553 83 31. Amerísk og öðruvísi, kostur, Dalvegi. Erum með smurbrauð fyrir öll tækifæri. Smurbrauðstofa Silvíu, Laugavegi 170. Aloe vera ofurfæða, hrein náttúruafurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Aloe vera drykkurinn svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa gulli betri. Sjálfstæðir söluaðilar, við erum við Símann núna. Hlíf og Magnús, sími 822 82 44, 822 82 44. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Hefurðu prófað Undraglans, bílasáp og bón? Frábært sumarefni sem virkar vel á dauðu flugurnar á bílnum og gefur mjög góðan glans. Auðveld leið til að hafa bílinn vel bónaðan með lítilli fyrirhöfn. Fæst á flestum bensínstöðvum, Húsasmiðinu og Bíkó. Undri. Talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarp Saga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita. Komið í sæl aftur, forsetaframbjóðendur í heimsókn hér á Útvarpi Sögu.
Að þessu sinni Andri Snær Magnason, hann komin til okkar og við bjóðum að velkomin sæll. Velkomin Andri. Bless og sæl. Hvernig hefur þú það í dag, daginn fyrir kosningar? Mjög gott bara. Ég reyndi að hrósa ykkur fyrir eldhúsið ykkar. Ég fekk svona nostalgíu tilfinningu eins og ég var komin til á og ömmu í Tegagerði. Saltkjöti. Saltkjöt og reykingalykt. Já, heyrðu, en sjarmerandi. Ég fekk alveg svona... Já, það er búið að vera gestkvæmt hér alveg. Og kaffi bara svona Ekkert innpakkað. Ekkert innpakkað, bara svona eitthvað svona bragakaffi. Nei, það er sko gestkvæmt hér á Útvarpi Sögu. Og bara aftur velkomin, heyrðu, en við erum svona aðeins að heyri ykkur í kjölfar þessara úrslita líka í Bretlandi í nótt, þar sem að Bretlarnir samþykktu það að fara úr Evrópusambandinu. Hvernig upplifir þú þessa niðurstöðu? Ég er nú búin að vera með svo mikla sjálfhverfi síðustu vikur að ég náði ekki að sökka mér hún í Brexit eins og ég hef kannski gert. Hugsa bara, já. Ég verði það upptekinn yfir bara. En þetta kemur í rauninni mikið óvart. Já, ég verði að segja það. Já. Og ég er ekki alveg búin að ná að melda hvað mér finnst eða hvað gerist næst. Forsætisráðherrann segir af sér? Já, Cameron segir af sér og þetta eru risavaxnar fréttir. Ég persónulega burt sér frá því hvort við förum sjálf í Evrópusambandið eða ekki. Ég hef alltaf talið það mál vera með 40% göllum og 40% kostum og síðan ég hef ekki séð þessi skýru með á móti. Þannig að ég hef alltaf verið hlindur því að Evrópusambandið væri til. Ég hef alltaf talið að vera skárra heldur en margt annað sem hefur gerst á síðustu öld í Evrópu. Og ég hef verið þakklátur fyrir að Evrópubúar skyldu hafa verið til friðs í síðustu 70 árin. Og ég hef verið frekar minna hlindur þessum þjóðernisröddum sem hafa verið að koma upp í Evrópu. En þau eru kannski bara afleiðing af því að fólk hafa verið þvingað eitthvað samband sem að það kannski kunni ekki eins. Nú eru svona helstu rökin sem að maður hefur bæði séð fyrir þessi úrslit og núna í dag helstur að þau að fólk segir að það er verið að tæma hjá okkur velferðarsjóði og heilbrigðiskerfi, það hallar verulega á það að vera að sækja í þessa velferðarkosti sem að svona góð þjóðfélög hafa. Og það er það sem að fólk er kannski meira andmæla og líka sem það vera að taka vinnu frá þeim. Já, en ég hef séð, ég hef skynjað frekar niðurskurinn í þessari þjónustu vera afleiðing af efnahagsstefnu frekar eldur en sambandinu sjálfu en þetta er mjög flókið mál náttúrulega og efni umræði heilan þátt. Já, en nú eru einmitt á borði forseta Íslands útlendingalögin sem að ganga líka undir nafninu No Borders lögin. Þau eru hjá forsetanum og í raun og veru má segja að hann ætti að vera búinn að skrifa undir þau ef allt væri með svona feldu. Hvað myndir þú gera ef að þú væri nú bara orðin forseti? Ég er bara ekki búinn að kynna mér þessi útlendingalög. Nei, þau fóru í gegnum þingið 61 og 2 atkvæði í frásettu. Ef að stór hluti þjóðarinnar vill fá þjóðaratkvæði þá er það sjálfsagt en almennt þá hef ég nú skrifað það að ef við hefum til dæmis tekið á móti 500 manns í svona helstu hörmungum síðustu aldar, þar sé 500 manns í seinni heimsstyrjöld og 500 manns í Argentínu uppreisnunum og frá Suður-Ameríku, þá væri Ísland ekki, jafnvel öflugur land. Þannig ég hef frekar verið opnari fyrir því að taka á móti fólki frekar en lokaði fyrir því. En Andri, nú leggja forsetaframbjóðendur og þú líka mikla áherslu á samstöðu og að forsetin svona endurspegli ákveðin vilja eða svona viðhorf sem að þjóðin er með, myndu ekki segja það? Jú. Og þess vegna er svolítið merkilegt ef við erum að tala, Artur var að tala um Brexit þarna, útgönguna, að það var svo sláandi að það voru minnstakosti 400 þingmenn af rúmlega 600 þingmennum í breska þinginu sem vildu vera áfram í Evrópusambandinu. Og síðan voru það náttúrulega fjölþjóðlegu fyrirtæki. Þetta er svo kallu gjá milli þings og þjóðar. Já, við erum að tala, menn tala um elítuna og menn tala um yfirstéttina og þá sem ráða og hafa völdin og valdastéttin og þú kannast við þetta. Og síðan er það sláandi að þannig er þeir í erfiðri stöðu, kannski þeir sem vilja fara út í að hinir eru náttúrulega miklu öflugri, en samt tapa þeir, en eru með þessi miklu völd.
þetta svolítið einkennandi fyrir okkar samfélög á Vesturlöndum sem eiga að vera lýðræði samfélög sem leggja áherslu á réttinda einstaklingsins líka? Erum við komin í einhverja ákveðna stöðu hér og þar á meðal á Íslandi að þjóðin hefur ákveðið viðhorf, að vísu náttúrulega umdeilt margt en svo eru allt í einu ráðamenn og þessi stjórna að þeir eru með allt aðra skoðanir. Ég hef nú bara lagt áherslu á eins og... En finnst þér, skynjar þetta því að ég veit að þú fylgist vel með, sko? Já, ég hef viljað auka vald fólksins og að það sé farið nær grasrótinu og farið nær almenningi og líka fólk tæki þá meiri ábyrgð á því að fylgjast með og það er svo mikil hætta því að ef ykkur elíta ræður að það tekur þið ekki fylgjast með. En elíta á ráð á Íslandi, hvað finnst þér? Hvernig upplifir þú þetta? Já, það er bara spurning hvað er elíta. Íslandi hefur verið stjórnað af bændaelítu og alls konar. Jú, en við erum að tala um breytingar á síðustu... Sjávarútvegselítu. Já, til dæmis sægreifum sem tala sumur um. En við fullkomna stjórnkerfi hlýtur að vera eitthvað sem við er eitthvað sem er í þróun. Við hljótum að vilja þróa samfélag okkar og mér fannst þessar tillögur þar sem að til dæmis þjóðfundur var haldinn og þar sem að við látum fólk fá meiri völd til dæmis í oftari þjóðaratkvæðagreiðslum. Það veitir þinginu þá meiri aðhald þannig að þetta rof verður ekki til. Við sjáum hvernig upplýsingar sem almenningur hefur geta verið jafnvel meiri heldur en eru inn í þingnefnd þegar áhugasamur stór hópur tekur sér saman og kynnir sér mál. Þannig að því leyti þá held ég að við getum fært þetta til batnar en á hinn bóginn verð ég að segja að eins og við sjáum Trump í Bandaríkjunum að við sjáum það eru ákveðnar tilhneigingar sem að maður sér víða þar sem að óánægjan brýst fram kannski á miður skemmtilegan hátt. En ef það lýðræði þannig tökum dæmi, þú minn nefnir þannig að forsetaframbjóð í Bandaríkjunum, afskaplega umdeildu maður, menn nú sammála það. Hinn geði það ekki. Já, hvað sem menn orðum það. En sko, segjum svo að það sé verulegu stuðningu við einhvern, ekki kannski hann eða einhvern við líka, hvernig sem það er. Það er rótið, þú talar um grasrótina. Já. Það er alls konar til dæmis í Frakklandi, það er þjóðfylking og það er grasrót líka. Þeir eru með mikið fylgi og komast á Evrópuþing og svo framvegs. Þetta er allt saman lýðræði. Getur ekki verið að Hitler komst í lýðræðislega til hann fekk nú ekki meira hluta, hann fekk kannski 40 plus einhver tíman. En sko, er þetta ekki bara áhættan sem fylgir því í lýðræðina? Ef við höfum annars vegar ráðamenn sem hafa ákveðna skoðanir, svo kallað elíta, og síðan þjóðin eða meiri hluti hennar, við getum aldrei tala um alla þjóðin eða meiri hlutin, erum við í andstöðu, hefur þetta færst í vöxt? Það sem mér finnst einhvern veginn fyrir svona áratugum síðan, þá var ekki þessi staðfesta gjá og breiða á milli þings og þjóðar eða ráðamanna og þjóðar sem er núna. Hvað finnst þér? Ég man þegar ég byrjaði að skrifa í kringum 96 og maður hugsa hvað á maður að skrifa sem ungur höfundur sem að fylgist vel með. Þá var Vigdís forseti og Ingibjörg Sólrún var borgarstjóri. Þannig að kvenréttindin voru svona komin mjög... Skrifa bara konur. Kvenréttindin voru bara komin mjög langt og það hafði ekki verið virkið. Hálendið hafði verið eiginlega sjálffriðað vegna þess að Blönduvirkjun hafði staðið óhreyfð í 10 ár. Þannig að það hafði enginn verið að ræða það og ég hefði þvælst þarna bara með foreldrum mínum eins og þetta væri eins og ekkert væri yfirvofandi. Þá voru Bandaríkin talin eiga að vera alheimslögga. Þá voru þeir ekki búin að menga sig og sitt orðspor í Íraksstríð og öðru. Að heimurinn var þá einhvern veginn, þá var Austurblokkin fallin og orðræða vinstrimanna var eiginlega dauð og þá var frjálshyggjan samt ekki búin að taka á rás. Þannig að ég myndi segja í kringum 96 þegar ég byrjaði að skrifa þá er eins og heimurinn sé eitthvað svona óvinni fullkomnu jafnvægi. En síðan fer bil milli ríkara fátæka aukast, frjálshyggjan tekur á rás og þessi 1% verða til. Stjórnmála elítur verða kannski sterkari í krafti þá auðsins. Þannig að við erum að lifa mikla umbrota tíma og síðan þetta þessi straumur flóttamanna inn í Evrópu og svo þau vandræði sem skapast af þessu stríðum. Eru erlendu fjármálaöflin að reyna að sameina alla Evrópu sér til handa? Mér sýnist þetta að vera margvísleg rök sem eru á bak við Evrópuna og ég er ekki, eins og ég segi, byrjar sem
efnahagsbandalag verður síðan stærra og endar sem hugmyndum bandaríki sem síðan fólk hrekkur í andstöðu og það sem ég bara vona að ef að Evrópusambandið fer að liða sundur, ef það minnkar aftur og ég sagði reyndar fyrir nokkrum árum að mér finnst alveg líklegt að Evrópusambandið liða þessi sundur eins og það myndi taka Ísland inn í myndina, að ég vona bara að ég tel persónlega að þessi tími, þar sem ég bara er að alast upp og ferðast Evrópu, mér finnst þetta að vera blómatími Evrópu, mér finnst þetta að vera besti tími, mér finnst þetta að vera besta Evrópa allrar Evrópu. Og þetta afi minn upplýði ekki svona góða Evrópu og ekki foreldrar mínir heldur. Þannig ég myndi ekki vilja sjá Evrópu læsa sig inn í landamærin aftur og ég hef skynjað bara fólk lifa ágætu lífi í Evrópu. Finnst þér að við Íslendingar eigum að fara inn í Evrópusambandið? Eigum við að sækjast eftir því? Ég hef reyndað svona mynda mér svona harða afstöðu því. Þar sé ég hef reyndað að vera alveg á móti því eða algjörlega með. Og eins og ég sagði, mér finnst þetta að vera 30% kostir og 30% gallar og svo bara spurning hvernig við sjálf höndlum þetta, hvernig samningurinn lítur út og það ekkert endilega víst að þetta henda okkur sem bara okkar sjálfsmynd. En þið finnst alveg koma stólega til greina þá allt eins? Já, ekki miðað við hvað að gerast núna. Og ekki ef við erum bara að leiða sér sundir en við erum náttúrulega í EES og við erum búin að gleypa 80% af þessum samningum. Þannig að en mér finnst þetta ekki vera mál sem að brennur. En núna svona séð út frá staðreyndum dagsins, hvað finnst þér vera stóra máli hér sem brennur mest á þjóðinni? Segðu þú væri bara komin á Bessastaði, þú nú bara lagður á stað. Nú er ég búin að ferðast all land og þá er maður kannski öðrum gír heldur en venjulega og ég hef alltaf fylgst mjög vel með byggðamálum og öðru slík og sumir hafa haldið að ég væri til dæmis óvinur landsbyggðarinnar því ég var mjög gagnrýninn á stóriðjustefnuna þar sem að landsbyggðin var ætlað að vaxa á forsendum hagsmuna verktaka og álfyrirtæki. Á 4 ára fresti. Já, 4 ára fresti, já. Kemur úr 101 og fer út á land. Já, en samt var ég alltaf að fá símtölu utan á landi frá fólki sem sagði, nú verið þið að hjálpa okkur. Og vegna þess að það hlustar enginn á okkur og það er þarna, og einmitt þetta 101 versus landsbyggð verður dálítið til í þessari orðahríð. Og ég hef alltaf haft mikla trú á landsbyggðin, það sem hafa verið gallar hennar, svona á síðustu 20 árum kannski, verði á þessari öld að kostum. Það verði eitthvað sem er sjaldgæft, einstakt og verðmætt. Það maður fer til Seyðisfjarðar með fullbú íþróttahús, fullbúna sundlaug, fullbúin skóla, fullkomið samfélag til alveg barn. Og þegar ég fer að skipta mér á byggðaumræðinni, þá kostaði 100 skall á mánuði að vera með nettengingu á Seyðisfirði. Þannig ef ég hefði viljað flytja þangað bara með mitt starf, þá hefði það kostað mig, hefði strax gleypt hjá mér mánaðarlaunin og þá var það bara út af gjaldi hjá símanum á sín tíma. Og meðan það var uppi, að framtíðin var lokuð, þá var stóriðumræðin á fullu að unga fólki kem ekki eftir heim, en þarna var ég dæmi unga mannesku sem hefði getað farið með svona smá stuðningi, en menn sá ekki þessa framtíða sín. Þannig ef við horfum 20-30 ár fram í tíman, þá er ég svo sannfærður að þetta muni snúast við. Og það sem brennur á fólki út á landi er náttúrulega samgöngurnar, þá eins og segist fyrir að fara yfir Fjarðarheiðina sem eru þetta bara, getur verið rússnesk rúlletta. Í Vestmannaeyjum er það heilbrigðismálin. Jú, það er náttúrulega, eru kannski heilbrigðismálin í sjálfu sér út allt land og skólarnir, vegna þess að fyrir stærri fyrirtæki að setja sig niður út á landi, þá verða að geta fengið starfsmenn og starfsmenni verða að geta tryggt að það séu góði skólar, heilsugæsla og öll þessi öryggistæki. En þetta er líka dálítið að Íslendingar hafa dálítið varpað byggðaumræðinni á Alþingi. Niður í 101. Niður á Alþingismenn. Og það er bara byggt. Og þingmenninir hafa verið að sjá þetta og þetta hefur verið skipt eftir flokkapólitík og alls konar svona, og hefur sett alveg blett á þetta. En eins og ég skrifaði daginn að eins og Múkisson sem að býr til Aldrei fór í suður, sem bara gott dæmi. þar sem bara strákur með gítar hóar saman allt sitt lið og skapar bara bylgju
og skapar bara eitthvað magnað fyrir Ísafjörð. Og þá hugsaði maður, ef hann getur gert þetta, en Landsbankinn getur ekki einu sinni haldið út í hraðbanka á Stöðvarfirði. Er ekki einhver Múkisson sem ættaður frá Stöðvarfirði sem vinnur Landsbankanum sem getur bara farið með hraðbanka á pallbílnum sínum og þá er ég að tala um þess að sjálfsábyrgð að ef 100 stærstu fyrirtæki á landinu væri með byggðastefnu þá væri hægt að búa til eins og sjávarklassin sem er mjög spennandi vettvangur út á Granda. Þá væri, ef maður segir fyrir sér slíkan vettvang sem væri hannaður einmitt fyrir þetta unga fólk sem að gæti alveg vilja búa út á landi en þarf að búa kannski til annars konar umhverfi. Já, en segir mér þó einmitt að þú segir þetta og þú ert nú svo mikill náttúruverndar sinni og hvað finnst þér þó einmitt með 101? Hvað með náttúruna og gamlu húsin og það upprunalega byggingalag sem þar var? Nú er þetta bara að verða steinsteypa og stendur bara lokað og skilt. 101 fólkið hefur ósekju verið einmitt svona, talað ekki nógu fallega um það. Nei, sjáðu, 101 fólkið er bara landflótta og það er landflótta og það er ekkert annað 101 sem býður og 101, ég held að mér hefur þótt miður að eins og sumir hafa sagt, já þú ert svona 101 ég reyndar 110 og fór strax ég að reyna að verja mín að ég er ekkert 101 en ég er stoltur af því ef mann tengja mig við eitthvað gróskumesta tíma Íslandssögunar bara þar sem að Björk og Sigurrós og Baltasar og allt þetta fólk kemur úr okkar íslenska umhverfi. Standa vörðum þennan upprunn okkar. Já, en þetta er svo miklir hæfileikar sem að springa út á Íslandi frá svona 1990 og bara geisla allan heim. Og einhverju þetta vegna hefur verið talað illa með þetta. En hvað finnst þið þá það er nú kannski út af ykkur öðru, en hvað finnst þið samt það hvernig er verið að fara með? Já, ég er húsverndunarmaður alveg út í þetta. Ég segi það. Og þykir og verið jafnreiður þegar menn brjóta niður gamalt hús eins og þegar menn farin í Þjórsárver með gröfur. Mér finnst við verðum að standa vörðum í þessa húsasögu. En Andri, nú hefur þú lagt mikla áherslu á umhverfismálin. Það er nú, og það vita það allir. Það þekkja það allir. En þess vegna tengist þetta því að við erum með kannski fjölþjóðafyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki, eins og til dæmis álversmiðjuna hérna, til dæmis. Þetta tengist allt alþjóðlegum fyrirtækjum, alþjóðlegum bönkum og þessir hópar, þessi öfl, alþjóðlegu öfl, akkur ættu þau að leggja einhverja áherslu á að vernda náttúruna einhver stað. Sko þegar þú ert að velja, ég ekki segja að velja þá sem óvinni þína, en þegar við erum að tala um alþjóðavæðinguna og jafnvel húsakostin í miðborginni, þetta er allt saman knúið áfram af öflum sem vilja nýta fjármagnir sem best og það eru bankarnir og umhverfi verður bara víkja fyrir þessum kröfum fjárfesta, kröfum lífeyrissjóða sem koma inn í þetta, kröfum þeirra sem vilja umbreyta öllu umhverfi okkar til þess að hagnaðurinn verði sem mestur. Er þetta ekki þinn óvinur í raun og veru? Þannig ég held nefnilega að þú myndir þá segja að Evrópusambandi væri mitt þáttur í þessu og Vinstri grænir til dæmis þegar þeir leggja áherslu á sín sjónarmið í sambandi við umhverfið, þá eru þeir líka ekki bara móti spjöll á umhverfinu, heldur líka móti auðvaldinu í þessu sambandi. Er það ekki rökrétt? Ég hef svo sem ekkert verið spara á gagnrýni mína á fjölþjóðafyrirtæki. Ég hef ekki, eins og ég segi, ég hef ekki sparað gagnrýni á stórfyrirtæki sem að menn hafa verið að laða hingað til Íslands. Þar sem að reynsla þjóða af þeim hefur oft á tíðum verið mjög slæm. Þau fara bara eitthvað annað. Ef okkur testa að reka á því burtu þá fara það bara eitthvað annað. Já, en líka vegna þess að menn eru með mjög hæft fólk í því að skjóta peningum undan og út úr samfélagunum og ég trúi því að við getum byggt upp atvinnulíf sem er á miklu smærri skala og burðurinn í atvinnulífi Vesturlanda eru 3 til 50 manna fyrirtæki og hérna til dæmis, bara ég horfi á þennan turn hérna á móti, ég fór inn í Nox Medica þar sem var stofnað upp úr Flögu, þetta er 50 manna fyrirtæki í þessum turni sem byggir á svefnrannsóknum og það byggir ekki að því að minnka svefn Íslendinga það er ekki svo tekið af auðlindinni, heldur er þetta fyrirtæki sem byggir bara á rannsóknum og það er það stóra verkefni sem blasir við okkur að
að fá okkar unga fólk aftur heim líka, eins og Sturla var að tala um áður, 30.000 Íslendingar erlendis, það líklega stærsta auðlind Íslendinga, hún er þarna úti algjörlega með sín doktorspróf og með sína verkþekkingu og pípulagningar og bara, það er alveg gríðarlega auðlind Íslendinga. Já, það er okkar að skapa aðstuna til að geta tekið við þeim. Það er okkar að fá þetta fólk aftur heim og við sjáum núna bara húsnæðismálin eins og við varum að tala hvað brennur á fólki, að ungt fólk, þegar ég flytta heimann og kaup mér íbúð, ég fann reikningin fyrir húsnæði, ég var að kaup mér 100 fermetra íbúð árið 2000 og ég fann reikningin frá íbúðalánsjóði, lánið mitt, ég var að borga 35.000 krónur á mánuði. Þá myndi ég allt í hennu að ég hugsaði ekki einu sinni út í hennar reikning og við bara eignuðumst börn eins og vindurinn og ég bara skrifaði bækur og vorum bara blöng en það skipti ekki máli vegna þess að húsnæði kostaði svo lítið. Það er ígildi 60.000 skalls í dag. Sá sem ætlaði að kaupa sömu íbúð með notabene 16 árum eldra parkett, 16 árum eldra klósett og eldhús, sá einstaklingur í minni stöðu væri að borga 190.000 krónur fyrir sömu íbúð og gæti ekki eignast börn eins og við og gæti örugglega ekki skrifa bækur eins og ég gerði. Það er nefnilega það. Andri, bara svona áðnum við hverjum þig nú í kvöld, það segja nú sumir, það nú stóra stundin í kvöld, það á að kynna fyrir ykkur og jafnvel byrja að kynna könnun frá Gallup niðurstöðu skoðanakonunnar sem var byrjað að taka jafnvel fyrir 10 dögum síðan. Þetta eru ekki nýja tölur, þú áttur á því sem eru sýndar í kvöld. Þannig að það er nú ýmist að menn geta átt mikið inni í raun og veru þó þráttur þessar tölur. En hvernig svona ert að upplifa þetta alveg á lokametrónum? Ertu bjart síðan á niðurstöðuna? Það er 40% óákveðnir. Já, það nefnilega. Eða 50% sem er óvenjulegt í kosningum. Að svona margir séu óákveðnir. Og ég hef verið bjart síðan all tífana því að ég hef fulla trú á að fólk vilja forsetin svona kunna setja mál á dagskrá, brenni fyrir ykkur og við vitum alveg hvað Íslendingar vilja standa fyrir. Við viljum vera lýðræðisþjóð. Við viljum vera stolt af okkar náttúru og við viljum að tungumáli veri talað af barnabörnum okkar. Þannig að við vitum að forsetin á að standa vörðum þessi grunngildi bara svipað Vigdís og fyrir forsetar. Og hann á ekki þykjast vera hlutlaus og forsetin á að hafa svona fengi reynslu sína í því að setja mál á dagskrá, hafa verið í fylkingum sem að hafa komið góðu til leiðar. Og þar hef ég staðið. Herðu, við látum það vera lokaorðin. Ég ætla að bjóða þér í eldhúsi sannarlega í saltkjötið og vilt sko, en við ætlum að kveðja þér úr útsendingunni núna og sko þér alls góðs. Ég vil sitja hjá okkur sem að reykir sígarettu og röflar svolítið. Já, þá er að fara aðeins lengra á ganginn sko. Eins og afi minn sko. Já, það var aðeins lengra inn á ganginn. Heyrðu, en allavega hana, takk fyrir komuna, gaman að fá þig og gangi er allt í haginn. Takk fyrir að koma. Andri Snær Magnason, forsetaframbjóðandi. Við kveðjum hann núna en fáum auglýsingar og síðan ætlum við að taka á móti Ástóri Magnúsinni sem er að koma niður á Hæstarétti, stóra fréttir hjá honum og við heyrum meira af því eftir smástund. Útvarp Saga, besti vinur þinn. Ávextir jarðar, fruit of the earth. Gula fruit of the earth, e-gelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurrk og kláða í húð. Þú fær gula fruit of the earth e-gelið í 2 flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apótekum. Handunar kryddvörur án aukaefna frá Pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með Primapúra gufumeðferð. Vandaðar vörur frá Pottagöldrum. Hreinsun á sængum og koddum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkoddum. Dún og Fíður, Laugavegi 86. Amerísk og öðruvísi, Kostur, Dalvegi. Hjá Dóra í Mjódd, alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda á meðan aðri vinna. 8 réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í Mjódd. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Tilkynning til Kópavogs og Breiðholtsbúa. Flottir nytjamarkaðir með glæsilegum nýjum og notuðum fatnaði
til styrktar matarsjóði Fjölskylduhjálpar Íslands í Iðufelli 14 Breiðholti og Hamraborg 9 Kópavogi. Verið velkomin og gerið góð kaup. Hefurðu prófað Undraglans bílasáp og bón? Frábært sumarefni sem virkar vel á dauðu flugurnar á bílnum og gefur mjög góðan glans. Auðveld leið til að hafa bílinn vel bónaðan með lítilli fyrirhöfn. Fæst á flestum bensinstöðvum, Húsasmiðjunni og Bíkó. Undri. Resilíka er náttúrulegt efni sem inniheldur kísilsýru í gelformi sem má nota á áhrifaríkan hátt við ýmsum magakvillum. Resilíka er vel þekkt fyrir verndandi og bætandi eiginleika sína við ýmsum meltingavandamálum. Resilíka eykur vellíðan og stuðlar að heilbrigðum meltingafærum. Resilíka er nú á sérstöku kynningaverði í apótekum. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Borgarapótek auglýsir, frí lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553 83 31, 553 83 31. Bernhöfts bakari auglýsir, glæný rúnstykki á aðeins 80 krónur stykkið. Bernhöfts bakari, Bergstaðastræti. Aloe vera ofurfæða, hrein náttúruafurð. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Aukin næring, aukin vellíðan, minni liðverkir, betri svefn og meiri orka. Aloe vera drykkurinn er svarið. Þú getur ekki tapað 60 daga endurgreiðsluréttur. Góð heilsa er gulli betri. Sjálfstæðir söluaðilar, við erum við Síman núna. Hlíf og Magnús, sími 822 82 44, 822 82 44. Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is. Forsetaframbjóðendur í heimsókn á Útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullusson með ykkur, tæknimaður í útsendingunni, Jóhann Kristjánsson og mynd síðuna sér Ómar Sigurðsson. En ég vek athygli ykkar á því að við erum að streyma beintin á Facebook og YouTube, þannig að þið getið séð og fylgst með útsendingunni í mynd. Sjón er sögu ríkari, það er sko alveg á hreinu. Við vorum að kveðja hann Andra Snæ hérna áðan, hann er komin í saltkjöti. Góðan daginn, næsti gestur komin Ástþór Magnússon. Góðan daginn. Ertu búin að fá saltkjöti í eldhúsinu? Nei, ekki saltkjöt. Það er ekkert svoleiðis, en þú ert að koma á Hæstarétti. Já, Segðu okkur hvað er að gerast. Já, það var nefnilega, það voru aðilar sem kærðu utan kjörfundar atkvæðagreiðsluna. Já. Og það er nú þannig að á sig þá sögu að ég mæti sko, hjá mér, það var ekki tengdu þessum aðilum, en ég mæti hérna hjá sýslumanni, held að vera 30. apríl og reyna að kjósa og þá og ég spyr hverjir eru frambóði. Já, við erum ekki með enn í frambóði og svo ég segi ég með möppuna mína, ég var búin að reyna að skila mig frambóðinu til hérna innanríkisráðuneytis sem vildi ekki taka við því og svo ég segi, má ég þá ekki bara skila mínu frambóði svo geti kosið mig og nei, það var ekki hægt og geti ekki tekið við því og svo var mér réttu kjörseðillinn og þá var það svona bara tómt blað og ég spyr, hvernig á að kjósa? Ég veit ekki hverju frambóði þá. Já, er ekki ýmsi búin á að kjósa þig, segi? Nei, og hérna Andri Svönd, nei, ekkert svoleiðis. Þannig að það voru ekki allir frambjóðendur komnir. Það var engin frambjóðandi komin. Nei. Og hérna, og þá sem sagt sagði ég get ekki tekið þátt í svona ólögmætu athæfi, þetta er ekki löglegt, það er alveg skýrt samkvæmt lögunum að það á að kjósa þegar það eru komnir frambjóðendur og þetta, ég er ekki búin að gera athugasemdina áður fyrir mörgum árum við þetta og ÖSI er búin að fjalla þetta og búin að koma með ábendingar og það hefur bara ekki verið farið eftir þeim, það er ekki innleitt, þannig að kosningarnar eru raunverulega ógildar. Út af þessu atriði? Já, ég tel það vera allavega þessu atriði og það er svo áhugavert, hérna í fjölmiðla, RÚV tók þetta upp og þeir sendu þetta aldrei út, þetta er eitthvað leyndamál hjá þeim að ég hef farið og ekki geta kosið.
En allavega að svo voru einhverjir einstaklingar sem voru að kæra og þeirri kæru var vísað frá núna hádegið eða fyrir hádegið og ég ræddi við svona einn mann einn yfirkjörstjórninni aðeins þetta og svona til þess að skilja þetta betur hvað er í gangi og það kemur í ljós að Hæstiréttur vísa kærunni frá, ekki vegna þess að þessi úrskurða að þetta hafi ekki verið réttmætt kæra, heldur bara þeir hafi ekki lagaheimildir til þess að taka á einstökum framkvæmdum með að hluta kosningana og bara þá ógilda kosningarnar í heild. Þannig að ég sendi þá inn núna og bara í miklu hasti fór þarna niður til lokuð klukkan 2 í dag og náði að setja þetta inn og nokkri aðrir einstaklingar sem fóru þarna líka og við settum inn kærur þar sem að við erum að kæra þetta sama atrið en krefjumst þess að kosningunum verði annarkvort frestað eða þær verði ógildar í heild sinni út af þessu. Úrskurðaðar ógildar. Úrskurðaðar ógildar, já. Alveg svo kosningarnar hérna frá stjórnlagaráðinu. Já. Það var út af pappakössum og einhverju gátu kíkt að þeir heldu hérna á milli. Já, það var einmitt atrið út af framkvæmd kosninga og þar er það líklegast að sama því að ef að fæstir til dæmis við skulum hugsa okkur það ef þau dæmdu ógild einhvern hluti atkvæða væri ógildur þá náttúrulega þarf það fólk að kjósa aftur það er ekki hægt að láta að kjósa aftur eða búið að kjósa. Nei. Þannig og kosningunum lokið þannig að þetta er bara eitthvað sem þarf að laga og það er kannski ágætt ráðning og svona eins og maður þetta föðulega að taka óþekka krakka og tuska aðeins til fyrir svona að þingmennirnir ættu kannski bara það væri bara holdt fyrir lýðræðið að þetta er dæmt alls saman ógilt eða kosningunum fresta, það er náttúrulega að fresta þeim kannski mánuð eða eitthvað, ég veit ekki og byrja bara að koma nýtt. Nei, Ástþór þegar nú erum við með þessar staðreyndir fyrir framan okkur að stjórnlagaráðskosningin hún var úrskurðuð ógild, það var ekki dómur heldur úrskurður. Já. Og þetta að sama meði og það var úrskurðað þannig þótt svo að það hefði ekki haft áhrif efnislega á hlutina. Já, var það þannig. Það hafði engin áhrif heldur bara að hafa framkvæmdin út af þessum pappakörsum sem þótt ekki í lagi. Nú ert þú að benda á að þessa með atkvæðaseðlana að það framkvæmdin sömulegis. Já, og það er margt í þessari framkvæmd sem að ég hef haft við að athuga, það er margvíslegt fleira en þarna er bara svo klárt atrið og það ösi búið að fjalla þetta einstaka atriði, en hún sagði mér þarna aðstofmaður dómara í Hæstarétti að ef að þetta kæmi fyrir 2, að þau lokuð 2 af þau sumatími, að þá myndu þau fjallum þetta í dag, þannig að það er verið að fjallum þetta núna. Þannig að Hæstaréttur getur hugsanlega komið einhverja... Hugsanlega, og ég vil bara skora á fólk sem að vil sjá heilbrigt lýðræði í landinu að láta til sín taka og fara nýr í Hæstarétt með athugasemdir og kerru og setja bara inn í bréfalúguna hjá þeim. Þetta væri bara, við þurfum að vinna því saman að laga til umgjörðina kosningar og lýðræði þannig að við eigum heilbrigt samfélag. Já, það er aðalega líka til þess að styðja nú við traustsímyndina að fólk sjáu að það sé ekki rangt við haft. Já, en það er nefnilega, það hefur verið það er pottubrotin líka ýmsum fjölmiðlum, til dæmis Fréttablaðið hefur synjað algjörlega greinum frá mér og mínum stuðningsmönnum á meðan að greinar annara frambjóðanda og þeirra stuðningsmanna birtast daglega í blaðinu. Þannig að þetta er náttúrulega engin jafn leikur þegar svona er umgjörðin. En það sem að skiptir nú, það lítið hægt að segja við einkamiðlana en það er aðalega ríkismiðlarnir sem hafa skyldu að... Þannig erum við á öndverði meiði, Artúr, mér vegna þess að ég held að þér dytti ekki til huga að vera hérna að útvarpa þáttum og taka þátt í þjóðfélagsumræðu og tala bara við einhverja nokkra frambjóðendur sem að þér eitthvað sérstaklega vel við og tala ekki við aðra. Ég hef ekki séð slík vinnubrögð útvarpi sögu, þetta eru þitt fyrirmyndir og fjölmiðl sem að blað sem að dreiftir inn á öll heimili landsins, það náttúrulega þarf að sýna kjósendum og þjóðinu vissa virðingu og sýna viss hlutleysi, en það er það fjalla það í fjölmiðlalögum að jafna lýðræðisreglu, góða lýðræðishefðir, þetta er talað þetta í fjölmiðlalögum. Þannig að fjölmiðl sem er með svona víðtæka skilgreiningu, hann getur ekki tagað sér svona, það er bara ekki rétt. Og hérna ég vona bara en það líka allur bakgrunnur þessa fjölmiðlar við sjáum það
fréttablaði, það er náttúrulega gefið út að styrta Panama-peningum. Það er fjárfestingar þar inn í þetta blaði að koma stóra fjárfestingar utan og í eigu ykkur Panama-félaga. Nú erum við Ástþór komin alveg langt út fyrir en svo eru frambjóðendur sem eru stórir í auglýsingum og annað. Þeir eru einmitt styrtir af mínu mati frá sömu uppsprettunni. Follow the money, segir þeir. En Ástþór, við fengum nú aðalega að fá þig hérna á ykkur til þess að heyra viðbrögð, svona fyrstu viðbrögð við þessum kosningum í Bretlandi í nótt. Og nú hafa Bretarnir ákveðið að segja nei við frekari aðild að Evrópusambandinu. Þetta eru rosafréttir. Já, það var þannig í Bretlandi að Þú bjóst í Bretlandi? Já, ég hef mikið verið í Bretlandi og verið þar í viðskiptum og allt. Og það er þannig að litlu fyrirtækin í Bretlandi, þeim hefur fundist það íþyngjandi að vera í Evrópusambandinu út af regluverkinu. Og ég verð bara að segja það fyrir sjálfan mig, nú reki lítið fyrirtæki á Íslandi sem er í bílainnflutningi, Íslandus.is. Og þar höfum við svo sannarlega fundið fyrir íþyngjandi reglum EES. Vegna þess að þar eru við með raunlega regluverk Evrópusambandsins og þannig að það er ekki hægt að flytja inn eitt bíl til Íslands nema að vera með vottorð sem að gefið er út í Þýskalandi og þetta vottorð þarf að kaupa fyrir 20.000 króna hvert einasta bíl. Þannig að þó ég sé með 10 bíla, allir af sömu gerðinni, allir af sömu árgerðinni, úr sömu vesminu, úr sömu sendingunni, að þá þarf ég 10 svona vottorð. Og þetta er náttúrulega alveg fáránlegt og ég eiginlega skil ekki alveg af hverju íslensk stjórnvöld þurfa að taka þetta svona bókstaflega, að nú erum við ekki í Evrópusambandinu og af hverju þarf að íþyngja litlum fyrirtækjum með þessu. En þetta er vandamálið sem að lítil fyrirtæki í Bretlandi hafa verið að... Þú ert að segja í raun og vera að reglur Evrópusambandsins eru sniðnar að þörfum stórfyrirtækjana. Já, það er nefnilega nákvæmlega það sem að verið að segja í Bretlandi og þess vegna er það að stóru fyrirtækin vilja vera í Evrópusambandinu. Þeir vildu allir vera fjölþjóða fyrirtækin. Og við sáum það í morgun að hlutabréfamarkaðurinn féll skart 10%. Á stóru fyrirtækin. Olían niður 5%. Já, en svo rétti það nú svolítið úr sig, þetta er náttúrulega hluti af þessu spákaupmennska vegna þess að síðustu dagana áður en atkvæðagreiðslan fór fram, þá hækkuðu hlutabréfin ykkur 5% hlutabréfamarkaðinir og svo fór þetta niður 10%, svo var það komið aftur á sama ról og það var vikun áður, þannig að það má náttúrulega ekki lesa mikið í þetta, þetta eru líka spákaupmenn sem eru að reyna að hagnast á stöðunni. En þú hefur skilning á því að Bretarnir skildu fara þessi leið, að segja meiri hluti Breta, gegn elítun í landinu? Já, Bretar voru náttúrulega kannski aldrei að fullun í Evrópusambandinu vegna þess að þeir voru ekki með evruna, þeir eru með pundið og ekki Schengen, þannig að þeir voru náttúrulega svona svolítið gerfikall í Evrópusambandinu að vissar hátt, en þeir hafðu aðgang á öllum mörkuðum og svoleiðis og auðvitað ég er sammála þeim sem segja Bretland mun alveg spjara sig án Evrópusambandsins og ég held að þetta líka Evrópusambandi mun alveg spjara sig án Bretana en auðvitað er viss hætt á því að það geti einstök lönd fyllt í kjölfarið og sagt að við nennum ekki að standa í þessu Evrópusambands, til dæmis Danmörk eða einhver lönd. Já, Frakkland, Holland og Spán, það var nú þegar, það var komið viðbrögð frá þeim nú þegar. En það er náttúrulega erfiðar eins og Spáni og Hollandi því að þar er evran, þetta er meiri breyting, það var mikil breyting þegar evran, þessi lönd skiptu úr sínum gjaldmiðli yfir í evruna. Já. Jú, menn held að allt væri miklu ódýrara þegar evran kom á Spáni var það ekki því að þeir hefur verið með pesendan og það var nú svo mörg núla og svo mikið vesen fóru að fara með peningan í hjólbörum á milli. En ég hef alltaf gaman að horfa svona á bakgrunum, maður þarf að skoða upprunan og ef við horfum aðeins á upprunan af Evrópusambandið, þá hans sér rætur að rekja alveg frá lokum fljótlega eftir seinni heimsstyrjöld og þá er það Bandaríkjamenn sem eru mikið að berjast fyrir því að Evrópa þjappi sér saman í svona ríkjasamband. Jú, heldur betur. En það var til að sameina Vestur-Evrópu gegn Austurblokk. Já, en núna hafa lagt rosalega áherslu á þetta líka eins og í Úkraníu það var allt vitlaust í Úkraníu þegar það var kjörinn forseti sem vildi ekki fara í Evrópusamband og hann vildi bara gera samninga við Rússa og þá var bara til uppreisnar, vopnar uppreisnar og Bandaríkjamenn settu $5 miljardar, það er 1000 miljardar íslenskar króna til að hvetja uppreisnar og þeir voru svo brjálaðir í að koma þessari uppreisn áfram að þeir fóru að gera samninga við aðalega sem tengdust nýnasisma og aðhyldust nýnasisma og svo var það úr að
að þeim tókst að fella forsetann, kjósa ríkisstjórn, þarna nýja sem að undir öll þeim og og súkkulaði kóngurinn tók við. Já, og svo það þannig að sko á úkraínska þinginu þá jáfnvel handalögum að þeir eru svo friðsamir þessir gaurar En Evrópusambandi kom að því sko, ekki bara Bandaríkjamenn. En hvað heldur Ástór? En þetta svo nota sem svona svo eru menn að reyna að þjappa NATO saman og það með þess að konar auglýsingar í dönskum strætóskýlum það var fyrir nokkrum mánuðum það sem verið auglýsa orustuþotu sko þannig að það er verið að reyna að vígvæða Evrópu sko því að fjármálaöflin er alveg brjáluð í það þarf að auka framleiðsluna við þurfum að selja meira og best að vígvæða Evrópu þetta óvinnur þarna í austri við verðum að vígvæðast og þetta er komið út í þessa vitleysu. En Ástór, það ekki þessi sömu fjármálaöfl sem að reyna að sameina Evrópu undir einn hatt og þeir að reyna að ná yfirhöndinni hér á Íslandi við erum partur af, við erum bara eitt frímerki á kortinu Já, akkur heldur að séu þessi fjármálaöfl á bakvið sem að frambjóðendur hér Já, ég get ekkert svara því en ég með þó að segja það er eitt mál sem er á borði forseta Íslands og það er útlendingafrumvarpið sem er orðið að lögum no-borders-lögin og það er eiginlega alveg sama við hvað þingmanni tala það eiginlega segist enginn hafa almennilega sett sér inn í þau. Það er merkilegt. Forsetinn er ekki búin að skrifa undir, hvað hefur þú gert? Þetta er öllaríktur í Ísland. Ég er eini forsetaframbjóðandinn, og þá ætlum ég að taka alla líka þann sem mest er talað á þessari stöð. Hann sagði ekki orð. Ég er eini forsetaframbjóðandi sem að daginn eftir að þessi lög voru samþykkt, sagði það í sameiginlegri útsendingu forsetaframbjóðanda á RÚV, forsetinn á að skoða þessi lög og benda þjóðinni á að kannski sé ástæða til að koma með undirskriftir. Vegna þess að þessi lög eiga líklegast að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég var eini forsetaframbjóðandi sem sagði þetta og ég er enn að þeirri skoðun. Það eru atriði í þessari lög þar sem verið að ganga á rétt þjóðarinnar, það er verið að brjóta stjórnarskrána að mínu viti. Já, býtu, en staldra ansið þetta vegna þess að það eru umræður mitt í sjónvarpinu í kvöld og það er spurningin verður talað þetta vegna þess að hinga til hafið þið frambjóðendur ekki verið spurðir út í þetta þegar þú komst með þetta hjá RÚV þá var þakka niður í þér. Já, var þakka niður í mér, ég ætlaði að segja það í kvöld, það verður örglega þakka niður í mér og það er alltaf og svo eru fólk að tala það eins og þarna spegilþættum daginn sko að ég hefði eitthvað æst mig, ég var algjörlega rólegur en þáttastjórnendurnir æstu sig svoleiðis rosalega, ég held að hann ætlaði bara upp úr þakinu annar þáttastjórnur, hann var alveg kolvittlaus í útsendingunni til að sussa á mig og þakka mig niður. Af hverju er þetta fólk að reyna að þakka niður umræðu sem að þarf að fara fram? Hvað ætlar að segja aðalega í kvöld? Hvað ætlar að fara að leggja áherslu í kvöld? Já, ég veit það ekki hvað ég legg áherslu í kvöld, það kemur nú bara í ljós. Já. Ég vil bara skora fólk að horfa á þáttir. Já, en það er bara við svona sem heima sitjum, horfum á þetta. Við tökum eftir því að þessi umræðum útlendingalögin, hún fer ekki fram hjá ákveðnum fjölmiðlum. En taktu líka eftir því að það er búið að stía mig í burtu frá öðrum frambjóðendum, sko, í þessum þætti. Ég fæ ekki að vera með Því búri þetta? Ég fæ ekki að vera í sama þætti og aðrir frambjóðendur sko vegna þess að það er eins og maðurinn sem var núna með fund í Speglasalnum í Kópavogi hvernar á þriðjudagskvöld og þar var hann að gera grín að því sem ég hef talað í sambandi að það hefði fallið 1,3 milljón manns eftir kjölfarið á Íraksstríðinu og hann var að hlæja með stuðningsmönnum sínum að þessu á sínum fundi og þessi maður hann er í sérþætti þannig ekki get ég ekki spurt hann út í þetta verðið þið ekki öll saman í kvöld? Nei, það er nefnilega ekki þannig En allavegna við bara býðum eftir að fá að fylgjast með þér og sjá hvort þú farð að tala útlendingalögin hvort það hefur hleypt í gegn með þá umræðu En ertu bjartsýnn Ástór? Þú veist þessar tölur sem verður að heyra þetta er ekki alveg nýjar Gallup-tölur það er búið að vinna þær síðustu 10 dagana eða hvað það er? Sko það er algengasta leiðin til þess að stýra kosningum í svona alræðisríkjum og það sem að valdaklíkur vilja ráða bak við tjöldin. Það er ekki svindli í talningu. Kom mér óvart í stúdera þetta. Já. Það er í aðdraganda kosninga og þetta byrjaði hér á Íslandi með svona tilbúnum könnunum það er meira að segja til fyrirtæki sem heitir Maskína og hún er voðalega fín í því að framleiða kannanir eftir geðþótta hvað menn þurfa að heyra að meti þeirra sem kaupa könnununa
Svo annað fyrirtæki sem heitir Seta, það annað svona gerfi kannana fyrirtæki og svo það frjáls verslun sem náttúrulega valdaklíkan stendur á bakvið og þarna voru litlar kannanir og þær voru notaðar til að búa til stöðu og svo eru fjölmiðlar notaðir eins og landsmálablöð eru keypt upp af vissum frambjóðendum og fréttablaðið og 365 miðlar með sína Panama-peninga, náttúrulega eru að styðja sína Panama-peninga frambjóðendur og þannig búið að stýra þjóðinni eins og sauðum til slátrunar og hérna. En það allavega liggur fyrir Ásþór að bara núna í dag það eru ofsalega margir óákveðnir og fólk í stórum stíl að skipta skoðun. Já, það ofta gott að skipta gír. Já, ertu bjartsýnn, Ásþór? Já, ég svo bjartsýnn að mín kosningavaka verður hugveikja í kirkju annað kvöld 9 því að ég hef svo miklar áhyggjur af því hvert þjóðin stefnir. Já, hvaða kirkju? Það í kirkju óháðasafnaðarinn við Átugsveg. Og það allir velkomni þar 9 annað kvöld. Herru, takk fyrir þetta, Ásþór Magnússon og gangiði vel og við ljúkum þá þessari útsendingu að sinni. En Magnús Magnússon að gera sig klára og náttúrulega að taka við næsta klukktíman. Svo komum við í síðdeis útvarpinu og trillum og tætum eins og við erum vön að gera. Það semst 4:00 eftir rúman klukktíma, tæpan klukktíma. Útvarp Saga, besti vinur þinn. EM barnatilboð, hádegistilboð. Komdu á EM-ið okkar. Bakarmeistarinn með þér síðan 1977. Hraun mætir í EM-partí og greinir leikinn af djúphygli og sagnfræðilegri snilld með vísun í listasögu og jarðfræðiransóknir. Það stutt í hroka og hrjúft yfirborð og þegar illa gengur á það til að hrauna yfir leikmenn beggja liða, en það hrikalega bragðgott. Hvaða góu karakter verður í EM-partíinu þínu? Verðið þér að góu. Það alltaf gott veður til að grilla. Hvar sósan? Finnsson gerir gott